komið sæl. Hingað við Rauðaborðið eru við sestar, sósíalískir feministar. Ég María Pétursdóttir, Margrét Pétursdóttir og Sara Stef Hildadóttir. Velkominar. Takk. Heyrðu, við ætlum aðeins að fara yfir fréttir liðina viku með feminískum gleraugum. Kannski bara byrjum á því að fara aðeins til útlanda og tala um Íran. Það var frétt í vikunni að mjög líklega sé búið að vera eitra fyrir skólastúlkum í Íran, eða það er svona talið að það sé, þær hafa hver á fætur annari verið að fara veikar á spítala á skólanum. Já, það eru 650 talan komin upp í núna. Já. Og nú er heilbrigðisráðherra loksins komin á sveif með almenning sem hefur talið að það væri verið að eitra fyrir þeim, en það er verið að rannsaka þetta, lögreglan er að rannsaka málin. Og þeir vilja meina, þeir eru svona eiginlega búin að komast að því að þeirri niðurstöðu að þetta eru samtök sem að vilja að kvennaskólum eða stúlknaskólum sé lokað. Sé lokað, einmitt. Þannig að þetta er svona vantarlega einhver armur af talibanisma eða eitthvað svo leiðis. Það leiða líkum að því, já. Eða einhver svona Við getum alveg kallað þetta bara hryðjuverk gegn konum. Hryðjuverk gegn konum. Já, einmitt, það er nú bara mjög gott hugtak yfir þetta. En þetta er náttúrulega bara mjög áþekkt í sem er að gerast í Afganistan. Já, algjörlega. Þetta er mjög áþekkt því. Já, einmitt. Þannig að það er ekki eins og það sé eitthvað einangrað dæmi. Nei. Síður en svo. Alls ekki. Og bara sýnir einmitt það sem við ræðum hér endurtekið, þetta feðraveldi svo kallaða sem sumir segja sig ekki til. En þú veist, þetta er svona hryllilegasta myndin sem er að birtast þarna þessu. Hún er náttúrulega á svo stórum skala, þó að við náttúrulega á Vesturlöndu þekkjum alveg bara, þú veist, kynbundið ofbeldi og annað sem og verið er að drepa konur í samböndum og inselið og allt þetta. Við þekkjum þetta svo sem alveg, en þetta er svo svakalega háar tölur á einu bretti. Já. Og þetta er svo einhvern veginn svona, það er ekkert fyrir að fela þetta. Nei, einmitt, og bara þeir komast þeir eiga bara eftir að ringja og segja við stöndum fyrir þessu. Það er eiginlega bara þannig, sko. Já, einmitt. Frekar ljótt. En ef við færum okkur nær og förum við til Noregs, þá var að koma út ný könnun um kynbundið ofbeldi og hún er svolítið sláandi og virðist vera að fólk er í smá sjokki út í Noregi. Þar hefur tölum fjölgað, 1 af hverri 5 konum eða 22% norskra kvenna er nauðgað og ofbeldi gegn ungum konum í nánum samböndum fjölgar hratt og þeir tóku þetta nú það sem var alveg ágætt að sýna þetta bara í peningarliðina því að þetta kostar norska ríki ansi mikið og þeir tala 93 milljónir norskra króna sem að eru svona 1200 milljónir íslenskra króna, yfir milljarð. Rosa áhugavert þarna með peningana. Já. Vegna þess að nú telst Noregur vera svona mjög stöndugt ríki fjárhagslega, efnahagslega. Og það er að segja, og borgarar Noregs hafa örugglega betra aðgengi, eða þú veist, eru fjárhagslega öruggari en margar aðra þjóðir. Ég þekki samt ekki, ég er aðeins að tala ég skil komin. Ég meina velferðaríkið sem slíkt skorar örugglega mjög hátt í Noregi. Þetta er svona stönduast af Norrlandaþjóðunum hvað varðar velferðarríkið. Það er svona mesta velferðin er í Noregi. Já, ég meina þeir bara eiga þessu olíu og þeir byggja bara alla sína velferð á olíunni, ekki satt? Að mestu leyti. Jú, en svo er það líka bara, þeir eru búin að vera lengi náttúrulega bara með þessas velferðarstefnu, Já, en ég meina þeir geta rekið hann af því þeir hafa olíuna. Já, nákvæmlega. Þú veist, það er það sem er. Já. Og ég allavega þekkti normenn sem voru mikið til vinstri en voru oft með samviskubit yfir olíunni. Og þannig að nú er normenn búin að líka ákveða að hætta að bora eftir olíu einhvers stað til að reyna að sýna einhvers konar, þú veist, svona sjálfbærni umhverfis sjónarmið í sínum stjórnmálum. Já, það eru nokkur ár síðan að þeir vildu frista sjóðinn sinn, En mér finnst áhugavert þarna í þessu samhengi með peningana, að þú veist, ef þú ert í Noregi og ofbeldi gegn konum er að aukast, þá er það rosa áhugavert í ljósi þess að þetta sé mikið velferðaríki. Vegna þess að það sem að, til dæmis í Austur-Evrópu og Sovétríkjunum, þegar að konur voru hluti af því landslagi, þú veist, voru þjóðnýttar inn í menntakerfið og út í atvinnulífið, en tóku samt líka á sig þriðjuvaktina þar, þú veist, sáum innkaupin, mun allt, vera, þú veist, reiðubúnar fyrir þá strákana þeirra til allt þetta, að þá
var það samt merkið sko þegar múrin féll til dæmis í Berlín, það var það merkið konu að hún væri frá Austur-Þýskalandi að þær voru ekki eins árennilegar sko sem svona kynverur, þú veist, kallarnir gátu ekki bara stokkið á þær eins og þeir gátu við hinar, skilur, þær höfðu svona ákveðið svona sjálfstæði sem var rakið til þess að þær hefðu verið fjárhagslega sjálfstæðir fyrir frumhúsins, já og þar að leiðandi létu þær ekki bjóða sig hvað sem þú veist, þetta var bara svona strax eftir þannig að hún skrifar þetta hún Kirsten Gotzi heitir hún, sem skrifaði þarna Why Women Have Better Sex Under Socialism and Other Economic þetta mjög athyglisvert hún heitir frábær bók sko en hún benti á þetta þannig að fjárhagslegt sjálfstæði það ekki bara hjá konum, það ekki bara þetta að þú kunnir auraðin að tala í bankanum og eitthvað svona, en þú hefur þetta beinlíns áhrif á hegðun kynsins gagvertir. Já, alveg örugglega, en þetta kemur líka fram reyndar að það vantar svo mikið samskipti á milli stofnana í heilbrigðisgeiranum og í hennum félagslega, já, þó að sé nóg af, eins og þú segir, nóg af þessum stofnunum til þess að grípa, að þá ekki nóg mikil samskipti á milli til þess að gera þetta sterkara. Og kannski annað við höfum nú verið að horfa hérna heima og getum svo tvinna þetta saman að klámið kannski að koma þarna líka inn í það kannski hluta þessari aukningu hérna heima stígamót með rosa flotta herferð sem einmitt tölum við börnin okkar klám og það kemur mér ekkert á óvart og ég hefur ekki rýnt þessar rannsóknir í Noregi svo sem, en það kemur mér ekki á óvart að þetta var líka hlutaði sko. Aukningin í kláminu, hún bara, og vændi að koma þarna fram. Já, og ég meina klámið alltaf bara eins og einhver hot potato sem má ekki tala Já, veist, það bara, ég meina þetta bara þarna opið á internetinu og við getum ekkert verið eitthvað að eiga við það. Og þetta, sko, náinn sambönd að verið sé að heimilisofbeldi og annað sé að aukast það bara held ég sé alveg beintenging. Þetta ekki tómarúmi. Nei, þetta ekki tómarúmi. Svona gerist ekki í tómarúmi. Þetta ekki mengunin sem hefur svona áhrif á kallana, sko. Nei. Engin loftmengun sem stjórna því. Fyrst við erum komin heim. Svo langum kannski að benda á líka. Það eru ég veit ekki, það ég held að séu svolítið stórt hlutfall innflytenda líka í Noregi. Já. Þannig að það er mikið fjölbreyttara örugglega líka, sko örugglega mikið fleiri sem kom frá stríðsráðum löndum og annað. Já, og svo náttúrulega líka annað hugtak. Það örugglega telur líka. Já, og líka til dæmis heiður manna. Já, einmitt. Það nú rosa áhugavert hugtak heiður kallmanna. Hann yfirleitt falinn í konunni. Þannig ef að heiðrinum einhvern veginn ógnað, þá fær konan sýru í andlitið. Einmitt. Já, nákvæmlega. Og auðvelt að afgreiða það bara. Segðu. Einmitt. Þetta er náttúrulega ógulegt. En ég ætla ekki að segja það, ég veit ekki hversu nákvæmlega stort hlutfall og við náttúrulega skrifum þetta ekki eitthvað bara á einhverja múslima eða eitthvað svo leis. Nei. En ég bara tala ég fór bara að veltaði fyrir mér sko að því nú hefur maður heyrt mikið sko innflytjenda vandamál frá Noregi, eða ég hef heyrt mjög mikið það. En eru við ekki þá akkurat með þarna rótina þegar þú talar að í þessari greina það vanti þessi samskipti milli stofnana. Jú, það kannski ekki nefnilega getur ítrekka líka það. Já, það er ekki bara eins og við erum að tala hér á landi, ég meina bara svona kerfisbundin rasismi, þú veist sem að þó þetta sé velferðaríki, þá sést ekki rauninni kannski að bjóða fólk velkomið að integrata það inn í samfélagið. En svo kom náttúrulega, hefur komið ljós hér er það ekki bara, þú veist hvað er það, hvað var hlutfallið sem kom út úr hana beauty tips byltingunni að margar konur og það hefur verið bara líka skoðað eitthvað hvort það er eina hverjum 3 konum eða eitthvað svoleiðis er það heimsvísu sem hefur orðið fyrir eða verður fyrir kynferðislegu áreiti eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara rosalega stórt hlutfall held ég allstaðar. Þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvað hlutfallið til dæmis á nauðgunum er hér, hefur það verið mælt, vitið þess? Sko Stígamót hafa séð þetta í sinni áskýrslu alltaf. Já, lögreglan er að taka saman tölur, Stígamót tekur saman tölur, kvennaathvarfið líka eitthvað. Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega Drífa Jónasdóttir, hún er náttúrulega búin að vera að taka saman tölur til þess að reyna að reikna út kostnaðinn við ofbeldi sem konur verða fyrir í nánum samböndum sérstaklega. Og þetta er kostnað ríkisins þar að segja. Já, nákvæmlega. Sem er alltaf eins og heyrir ansi hár sko. Já, og er ábyggilega ekki hægt að taka hann algjörlega saman í bara eina tölu því að sjálfsagt er þetta líkur þetta víðar heldur en bara í þessum tölum sem að þeir taka saman allir þetta sé ekki meira
Jú, að því ég meina þetta náttúrulega dæmigert svona, þetta eru dæmigert mál þar sem konur þurfa alltaf að afhjúpa sína persónulegu reynslu. Þú veist, þannig að þú getur ekki raunverulega reiknað út hver kostnaðurinn nema að telja opinbera tölur og þær sem koma, þú veist, á neðamóttöku á Landspítala og svo þær sem fara til lögreglu eða kæra. Þú veist að það eru bara svona opinbera tölur og það bara alltaf eitthvað yfirborða því að meina hinnar eins og það var að koma einmitt í ljós, það var fyrir norðan við Háskólann á Akureyri sem var að fara af stað við að rannsaka eitthvað sem ég er búin að gleyma en þegar hún var komin af staðinn í þá rannsókn og að tala við konur að þá segir eini bríari frá svona djúpu andlegu ofbeldi sem hún hafi þurft að þola bara meiri hluta síns hjónabands þannig að hún allavega tók upp þann þráð og gerði rannsókn eða að vinna rannsókn. Þetta tala rannsóknina Sigríðar? Mögulega. Já, hann á hreðju, hvað kallar hún þetta? Hún kallar þetta nándar hreðjuverk. Jú. Þú ert að tala um það. Það er það sem ég ætla að tala um. Eitt sem ég ætlaði að ræða í þessum fréttatíma. Já. Því þetta var alveg rosalega og athyglisverð rannsókn. Ég átti að lesa hana en ég las þessa frétt og þetta og það sem að mér varst líka svo athyglisvert var þegar hún að lýsa þessum stigum sko. Þú veist að þetta eru stig sem að konur fara í þegar það verða fyrir svona hrikalegum ofbeldi í nánum samböndum og það er enda síðasta stigið bara þar verða bara flatar einhvern veginn þeim bara alveg sama lífsitt og það eru bara einhvern veginn en þetta eru konurnar sem kæra aldrei nei, það segja aldrei frá það segja ekki nánustu fjölskyldu sinni frá þannig að þarna bara átti sér stað eitthvað svona trúnaður og þær byrja að segja henni frá þessu þannig að þú myndir aldrei geta þetta er eitthvað svona gögn og svona ósýnileiki sem að bara fylgir þessari gasleysingu í samfélaginu sko, þú veist að hér sé bara það er ekkert á þessu heimili sko. Það er ekkert á þessu heimili en ég er búin að vera að tala kannski í framhaldi af þessari rannsókn og eða þessari umræðu þá ég var að ræða við hana Kolbrúnu Kolbeinsdóttir í gær sem var að gera rannsókn í gegnum masters rannsókn sína á konukoti og aðstæðunum þar og konunum sem að búa þar og það komið mitt í ljós að þær konur hún sá mjög margt sameiginlegt með þessum út frá rannsóknin hennar sko Sigríðar upp á þessi stig ég meina þar eru konur oft þar eru bara orðnar svolítið svona sama sjálfa sig þannig eða orðnar svolítið flatar sko því það er búið að berja þær svo mikið eða það er búið að fara svo illa með þær og þær eru búin að einhvern veginn lifa svo skelfilegt ofbeldi og svo mikla áfalla sögu og þess vegna náttúrulega eru þær bara lífið er óbærilegt og þess vegna eru þær í neyslu flestar þannig já, mér fannst það mjög aðtilsvert en það var annað sem að mér fannst alveg rosalega aðtilsvert í hennar rannsókn eða sem að hún er að tala um hjá Kolbrúnu að því þegar að hún var sjálf að vinna í konukoti þegar að COVID var og þá var sagt, brugðið á það ráð af því það þurfti að náttúrulega vera tveggjametra-reglan og húsið er svo skelfilega sko, þröngt og lítið og erfitt en þá var sagt, legt hótel undir konurnar sem þá voru í konukoti og bara mjög fínt hótel sem að hver kona hafði bara sett baðherbyggi og það var bara ná pláss og þær hafði sitt einhvern veginn gótilega staðið sér. Já, því það er vandið við konukot sem fólk bara almennt þekkir ekki. Já. Þú veist, í fyrsta lagi er þetta náttúrulega eina neyðarskilið fyrir konur á höfuðborgarsvæðinu og þá bara á það við konur af öllu landinu sem sækja á mölina til að komast í skjól svona og innan dýra, venjulega hjá köllunum þá eru 2 neyðarskili og það ástæðan mikið fleiri kalla og það eru líka starfsmenn og það er ekki af Reykjavíkborg og allt er mikið betra standi og mikið betra aðgengi fyrir fatlaða og svona sem er ekki í konukoti Akkurat það sé þetta er mjög undarlegt þetta er mjög skrítið, en ég meina ástæðan fyrir því að þú þarft að reka 2 svona neyðarskili er til þess að geta aðskilið fólk líka þegar að koma upp tókstreitur þarna þurfa þær alltaf að vera með einhverjum sem hefur áður stóli frá þeim og eitthvað já, ég meina þetta er ekki með svona einhver yfirvegur yfirildi en ég ætla aðeins að segja ykkur líka sko, ég ætla að klára aðeins að segja þetta með þegar hótelið er legt undir konurnar heimilslaus og konurnar að þá sagt, hafa þær privacy, þær hafa mikið betri aðstæður og það sem gerist er það að þeim fyrir náttúrulega líða mikið betur
og svo var í kjölfarið var þeim útvegað húsnæði í framhaldinu, þannig að þessar konur hafa flestar ekkert aftur komið í konukot. Einmitt. Segir hans margt. Þetta segir svo mikið, bara það fyrsta við það að þær fái þarna, þú veist, þær fái einhvern veginn strax næði og reist og einhvern veginn, næði til að vinna í sín megin málum, hugsa þessum sjálfa sig. En líka bara, þú veist, ef þú ert alltaf á götunni, þú ert alltaf úti og alltaf berskjölduð og þú getur aldrei verið bara eins og við hérna, þú veist, við getum farið heim og verið bara einar, þú veist, annarkortinni í ykkur rýmita, þú veist, það sem við vitum alltaf að við getum átt eitthvað næði, við getum alltaf sótt í okkar næði, þær geta það aldrei. Nei, þær geta það aldrei. Alltaf með einhvern veginn gafna kannski svolítið úti. Það er bara taugakerfi sem er að reyna að eiga við það. Já, það er bara alveg hrikalegt ástand, sko. Þannig, en þú veist, þegar hún sagði mér þetta, þá segi ég bara, vá, sko, þú veist, það þurfi ekkert að vera til neyðaskýli endalaust fyrir sama fólki sem er bara fattið eins og er bara búið að vera svolítið ástandi núna, eins og maður er búin að heyra fréttir af þessum neyðaskýlum í vetur, sko. Þú veist, það er alveg hægt að byggja þetta fólk upp og koma þeim í varanlega búsetu. Veist, það er alveg hægt, þetta þarf ekki að vera svona. Nei, bara engan veginn. Þó að skilur, og það þarf ekki eins og vera að krafa að fíkill hætti neyslu eða eitthvað svoleiðis, skilur, en það er alveg hægt að gera aðstæður þannig að sjálfsverðingin líka vakni og aðstæðunar og það verður bara space til þess að, þú getur fundið þig heima einhvers staðar. Já, fundir svona öryggistilfinningu. Því ef þú finnur heldur ekki fyrir þessu heima, þá líka einhvern veginn ferða ganga verum umhverfið þitt og það kom líka fram í einum þessum þætti núna. Já, ég meina ef þetta er bara, þú veist, eins og þessi neyslu rými sem verða ógeðsleg og ef þú ert alltaf bara hrekst á milli ykkur svona tímabundina, skammtíma lausna, þú veist, það svona sett inn þarna, líka sérstaklega þá kallarnir. Já. Og ástandi náttúrulega þegar þú ert komin á svona stað í lífinu, þú veist, þá er þegar þú ert bara að raunverulega berjast við það að draga andan frá degi til dags af því að þetta er óbærilegt. Já. Þú veist ekki að fara að hugsa að vasku. Nei, þú veist ekki að fara. Það er bara algjört, ég meina þú veist ekki að taka upp af gólf, ég meina ekkert af þessu, þú veist, þú ert bara raunverulega, þú veist, þú ert algjörlega vanhæfur til þess að reyna. Já, nefnt. Mörkið þín er bara það er bara rými sem þú ert að reyna að eiga við, sko. Já. En það er rosa, en mjög áhugavert nefnilega í þessar umræðu eins og með konukot og nú er náttúrulega rótin sem er félag, sko, þessir útvistað þangað og ég hef ekki, ég heyrði einhvers staðar að það á að útvista, Reykjavíkurborg er að reyna að útvista þessum neðaskýlum kallana núna sem eru rekin að Reykjavíkurborg núna, þú veist, þetta er svona bara tæknilega atriði sem skipta máli bara hvert launamáli starfsfólks. Núna samt ég hlusta á viðtal við Heiðu Hilmisdóttur í dag þar sem hún er að tala um að þau vilja bara önnur sveitafélag opni neyslurými. Já, einmitt. En þú veist, ég veit ekki, kannski er þörf á því líka en ég meina ég skil ekki okkur þessi sveitafélag get ekki bara staðið saman á því að opna neyslurými, sko. Ég skil ekki, þú veist, með svona samfélag með sikkert ásinn á samfélaginu, þú veist, þess að þú ert með hóp sem er bara komin í öngstræti og kemst ekkert lengra, þú veist, og svo ertu með hinn ásinn, þess að þú gæti verið að byggja félagslegt húsnæði og nægur er peningurinn, þú veist, en í staðin ertu að byggja upp einhverja lúxusíbúðir á þessum yndisreitum eins og það er þetta og maður spyr sig, þú veist, og vilt ekki fara einhvern veginn, ég veit ekkert hvernig það gerist tæknilega að sækja á ríkið að myndist einhver þrýstingur á að skattleggja hinn ofur ríku hvort þú vilt segja það sé 10% eða 1% af þjóðinni, en þú veist að styrkja þessa tekjustofna, þannig að þú veist að þurfi enginn að enda þarna jafnvel þótt hann verði fyrir áföllum í lífinu, en svo náttúrulega fjallar bara líka öll þessi kynjafræði, þú veist, í skólunum, svo kennsla öll, hún hlýtur að skila einhverjum árangri síðan eftir einhverja kynslóðir, þar sem að þú veist, það er ekki farið svona með það er bara ekki boði, ekki frekar en að það er hoggin að þeir höndin fyrir að skila bröðin. Já, það er ennþá, Kolbrún sagði mig það, sko, að hún er kynjafræðingur og er í skóla, starfar í skóla, er að kenna og það er ennþá, þau eru ennþá berjast við það að bara fá kynjafræðina, sko, að því þó að þessi búið að setja lög og annað og það er að kenna kynjafræði í skólum, í framhaldsskólum og svona, þá er það ekki það er ekki skylda, sko. Nei, það er einhverju liti búið að setja það inn í námskrá en það er samt ekki, því er ekki framfyllt, sko, nema í sumum skólum. Já, ok, þannig eins og í framhaldsskólum þá. Já. Einmitt.
og kannski geta skólastjórar útfært það einhvern veginn að mögulega þannig að þú sett ekki endilega með eitthvað svona gegnum gangandi námskeið yfir eina heldur séttu bara með eitthvað svona innkomur myndlistakennsluna og smíðakennsluna í einhverju skólum og leiklistina og dansinn, allt sem að tengist menning og listum sko. Búið til smá námskeið annað þeirra hverja önn eða eitthvað já, þannig að þetta er ennþá vandamál þannig að heyrðu, já, við ætlum kannski að fara í næsta mál sem er umhverfiskvíði. Já, þetta hérna greip mér svolítið að vera að fjalla umhverfiskvíða í einhverjum fjölmiðli sem að myndast vegna neikvæðra áhrifa af mannavöldum á borð við loftslagsbreytingar og mengun. Og þá var gerð könnun og sýnir að þessi kvíði er mestur á höfuðborgarsvæðinu og mestur hjá konum og ungu fólki. Síðan var farið í að athuga stjórnmálaleg tengsl, hvernig flokkarnir skiptast niður og það eru bara 3 flokkar sem að finna fyrir einhverjum umhverfiskvíða. Og þar voru Píratar 50% eða helmingu Pírata finnur fyrir því 36% sósíalista og 27% vinstri grænna. Aðri flokkar mælast ekki? Nei, það hafa bara enga guða, þeim er bara skýt sama. Þetta er sérstætt. Mér fannst þetta svolítið lýsandi. Hérna, þú veist, erum við eitthvað hissa? Ég er ekkert hissa. Ég er ekkert hissa á því að það sé að fækka umhverfisvænu fólki í VFG. Nei. Eða sko fækka, ég veit ekki, var allir kvíðin hafinn til að vera mældu meiri. Og svo er það spurning, spurningum þannig að blessa umhverfiskvíða sko. Er það sama sem merki að fólk sé með umhverfiskvíða eða að það hugsi það láti sig varða málin eða hvað? Eða er það bara spurningum attitude og eitthvað svona self-preservation eða hvað sem maður segir sko, að hérna eins og einhver sagði illa fara með góðar ágjur. Já. Þú veist, ætla nú ekki að vera eitthvað að missa svefni við þessu en ég ætla að gera mitt til þess að vitið, maður veit það ekki. Kannski, einmitt, eða hvort að þú hérna þrýstingur á að hlutirnir séu gerðir vel í sambandi við málaflokkin sko. Og það er kannski komið líka fram kvíðin sko, að þú finnir fyrir því og getur svo lítið gert sko, það er ekki lustað og ég geti alveg trúið að þessi margir sem þjást þar sko. Þegar stjórnvöld hafa engan áhuga á svo málaflokki. En ég ætla að enda bara á hérna svolítið góðu nótum. Það var ásting KSÍ helgina og þar fengu hagsmunasamtök knattspyrnu kvenna jafnréttisverðlaun sem er bara mjög gott. Þannig að þær hafa verið að hérna láta svolítið til sín taka innan KSÍ heldur betur. Býtu í handbolta, sér það? Nei, knattspyrnu. Fengu það jafnréttisverðlaun? Já, innan síns á þinginu. Þeir eru með svona, þeir veita einhver verðlaun í ýmsum flokkum og ein verðlaunin eru jafnréttisverðlaun. Voru það þá konurnar sem hefur staðið sér vel í þessi hópur fekk allavega verðlaunin þetta skiptið. Ég veit ekki hver sagan er. Nei, hann ætla búið að sko vera að hrista ansi mikið upp í og svona taka svolítið KSÍ og styrta því á kolf og hrista og svona eitthvað. Man hefði kannski fundist að það ætti að koma hinum megin frá. Já. Að kallarnir hefði fengið verðlaun. Já, Sara, segðu mér allt máli. Finnst þér það, já? Já, finnst það. Finnst þér það? Af hverju fengu það? Ég skil ekki alveg. Nei. Af hverju kallar er ekki meira í... Hefðu þær átt að vera að veita verðlaunin? Finnst þér? Ákveða, hver ætti að fá? Ég meina, hafa þær eitthvað verið að standa sig illa í jafnréttismálum? Nei. Hafa þeir verið að standa sig illa í jafnréttismálum? Já. Já, en þessna fengu þær verðlaunin en ekki þeir. Já, það hefði samt verið betra að þeir stæðu sér betur. Þú meinar. Já. Konur hafa alltaf viljað, konur, það er alltaf, hallar alltaf á þær. Akkur verið, ég skildi ekki. Nei. Svona bara samfélagið okkar en þá. Bara strákar standið ykkur. Stelpurnar svo duglegar, fá alltaf verðlaun. Mér finnst þetta pínu svona líkt af ykkur humbúki. En svona er ég nú neikvæð. Já, nei, þetta er samt líka, ég skil hvað þú ert að fara vegna þess að þetta er líka svona
einmitt þú veist, jafnréttsvel, það ekki bara stelpunar þarna sem eru í jafnrétts. Taka þær það ekki? Já, taka þær það ekki. Það er gaman að gefa þeim ykkur verðlaun svona, ekki blóm? Nei, ok, nú, þú veist, las ég ekki fréttina og ég las ekki fréttina, ég þekki hann ekki, nú er ég bara, þú veist. Nei, ekki viski. Ég las heldur ekki fréttina, þannig að ég svo sem get ekki tjáð með beint þetta. Þetta hljóma bara, þú veist, það er fótbolti, fullt af köllum, að vera að reyna eitthvað að gera og græja í þessu sambandi, þú veist. Já, það er verið að reyna að skapa trúverðurleika. Já, og þá er eitthvað svona ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling, jafnréttisverðlaun. Já. En við þurfum aðeins að kannski að rannsaka við þurfum að reyna að koma að staði hvort þessi jafnréttisverðlaun hafi verið til í einhver tíma og hverjir hafa fengið undanfara nárar það alltaf þessi fábur eða hvað er málið. Tjekkum á þessu. Heyrðu, stefnum að því að vera búin að skoða þetta aðeins fyrir næsta þátt. Þannig að við þakkum fyrir okkur hér í bili.